Já, komið sæl aftur. Við Jón erum búin að fá til okkar góðan gest. Hingað komin Guðmundur Kristjánsson, forstjóri Brims. Vertu velkomin, Guðmundur. Þið er velkomin í þáttun og til hamingju þetta með þetta nýja formennskuna í, hét áður LIU. Nú er þetta samtök fyrirtæki sjávarútvegi. Já, takk fyrir það. Hvenær settustu þarna fyrst í stjórn? Það komið rúm 30 ár síðan, upp á 1990. Já. Ég er þetta dotti út oft en kom inn aftur fyrir 2 árum. Þú hefur verið þetta með fínu fólki þá? Já, alveg. Ég lengi með Kristján Ragnarssoni. Já, hann var nú framkvæmdastjóri þarna lengi. Formaður. Og formaður ætlaði að segja? Já, hann var formaður í áratugi. Heyrðu, það verið að dengja á ykkur núna tvöföldun veiðigjalda. Hvað segir nýr formaður, svona hver eru helstu áskoranirnar í augnablikinu? Já, sko, ég var nú að hugsa hérna þegar leiðinni til ykkar, hvernig ég ætti að skýra þessi veiðigjöld, eða sem margir af mínu vinnum eru svo leiðir að hlusta á þetta. En ég held að, sko, fyrst þú byrðir að spyrja um veiðigjöldin, að þá held ég að við þurfum að fara bara í smá sögu, að því að veiðigjöldin er ekkert annað en skattur. Og ef við förum þá aðeins, mér langar til að nýta tækifæri ef ég má, að hérna 1984, þegar kvótin er settur á, þá átti ríkið átti Þormar ramma og það var fullt af bæjarútgjörum og það var hið opinbera, sem sveitarfélögin. Svo ákvaðu þau að selja þessar útgerðir út úr ríkinu og út úr sveitarfélöguna. Og hverju kaupa? Það er einstaklingar í þjóðfélagin, svo kölluð þjóðin. Og svo kemur 1991, þá kemur framsalið og þá kemur verðgildi á svo kallan kvótan. Við afskruðum allan kvótan alltaf, svo kom ríkisskattstjóri og vann mál á okkur í Hæstarétti 1993, svo kallar hrannarmáli, þar sem við áttum að eggfæra veiðiréttin, svo kallar kvótan, og við máttum afskrifa hana 5 árum út af þetta var svolítið óvissa kvótakerfi. Svo kom Alþingi 1997 og ákveður að það megi aldrei afskrifa kvótan, svo kallar veiðirétt, sem er núna í bókhaldi allra sjávarútvegsfyrirtækja í Íslandi 500 milljarðar. En þegar alþingismenn tóku þessa ákvörðun 1997, þá sögur ekki að ríkið ætti veiðiréttin. Þannig að gríðarlegur munur á ríkjunu eða þjóðinni. Og því þið eru hérna svona viðskipta þátt. Jú. Ef við ímyndum okkur það að ríkið er ekkert annað en hlutfélag í eigu þjóðarinnar. Alveg eins og hlutafélagi Brim er í eigu hluthafana. Þetta er svolítið skemmtileg pæling. Og ef við höldum þá áfram, 1997 segir Alþingi, og það var alveg umbátt til þess, að veiðirétturinn sé eign fyrirtækjana sem ríkið var búin að selja og sveitarfélög var búin að selja. Svo kemur hérna auðlegðarskattur 2010-2013. Þá þurftu einstaklingarnir í þjóðfélaginu að borga eignaskatt, auðlegðarskatt af þessu svo kallaði veiðirétti. Og núna, ef við farið þessi 3 stærstu sjávarútvegsfélaga landsins, þetta er langstærstu eignirnar okkar, að því ef við hefðum ekki þjappað kvótunum saman, þá væri engin arðsemi í sjávarútvegi. Núna erum við komið með, ekkert núna, þetta byrjaði bara eftir hrun, þá Jóhann og Steingrími, þessi háu veiðigjöld. Og við litum þetta alltaf sem skatt. Og ímyndið ykkur núna, nú kemur fjármálaráðherra og segir, ég ætla að hækka veiðigjöldin, taka 2-falt meira, að því mig vantar meiri pening í ríkiskassan. Þessi veiðigjöld er ekki að fara til þjóðarinnar. Þjóðin og ríki er ekki saman. Og akkur þarf hann að fá að hún vantar meiri pening í ríkiskassan. Á 4 ára fresti heyrum við alltaf að hjá stjórnarandstöðunni að ríkissjóður sé illa rekið, ríkið sé illa rekið, það er allt í steik. Svo kjósum við nýja stjórn á 4 ára fresti. Ef þetta væri hlutafélag, þá kjósum alltaf stjórn á 1 ára fresti. Ef ég var að taka við Brim núna og hlutarnir var búin mjög óanægir, hefði kosið nýja stjórn og ég er orðinn forstjórinn og staðan fyrir að taka til í rekstrinum, þá segjum við hlutafana, ég vil bara hafa meira hlutafé frá okkur, að því mér vantar meiri peningin í rekstrin. Sama með ríki núna, ríki er að velta, þeir ætla að velta 1550 milljónum, bara alhlutin, og þeir vantar meiri pening í ríkiskassan. Núverandi ríkisstjórn er ekki að tala hvernig við að hagræða, endurskipa ferla eins og maður, ef ég veit að vera einkafyrirtæki. Þau segir bara, nei, hverjir eiga ríkið, það er þjóðfélagið,
Við ætlum bara að hækka skatta á okkur. Við ætlum að byrja á veiðigjöldunum, við ætlum að fara í ferðaskattin, við ætlum að taka meiri skatta á einstaklingunum. Þannig að ríkið bara að segja í dag, við ætlum að fá meiri skatta inn í ríkið. Þetta ekkert flókið. Þetta samtal mjög athyglisvert að heyra þið fara yfir þetta með þessum hætti og líka söguna vegna þess að þetta verður maður mjög var við það að almenningum, það verður að byrta einhverja kannanir vilja almenning til þessara ákvarðana og slíkt og þá raun og veru eins og fólk sé að bara ímynda sér að þetta sé einhverju menn sem eigi mjög mikið af peningum þeir geti borga meira. Ég held að það til dæmis bara stjórnmálamenn í ríkisstjórninni kynna máli með þeim hætti að þeir geti borga meira, þeir hafa verið að fjárfesta í óskyldu rekstri, taka peningan út úr þessari sameiginlegu hagnaðina, þessari sameiginlegu auðlind. Þú flyttur hér málið þetta á skilegarhátt, en þessi umræða hún ekki svolítið töpustundum virðismanni að því leiti að almenningur sem að þó kýs þessi stjórnvöld, hann virðist vera svolítið fiksaður að þeirra á þetta, afsakaði í sletti hér Já, það að því að ég stundum vera gagnrýna vini mína sem eru blaðamenn, að þið kaupi allt rátt, Og ég tók mikla rimun upp á 1990 þegar var sett inn í lögin og stjórn fiska að fiskimiðin var sameign þjóðarinnar á þess að skilgreina hvað það þýðir. Fiskimiðin ekki veiðirétturinn og ef þú átt veiðirétt, þá átt ekki fiskin í sjónum. En ef þú ert með löglegt veiðileyfi til að veiða fiskin og veiðir hann, þá fer að búa til verðmæti út úr auðlindinni. Það verði engin verðmæti búin til fyrir að búin að veiða fiskin. Við fáum ákveð verðmæti við veiðum, svo vinnum við fiskin á Íslandi, svo haldið áfram að vinna, við erum með lýsið, við erum með að kera sig sem fór í þetta, svo fyrir fiskurinn áfram lengur inn á markaðin. Sett, ríkið á þetta ekki, ríkið seldi þetta frá sér. Við erum að gera þetta. Þannig að þjóðin, og þú ert að tala um þess að ríku kalla, þetta eins og umræðan Já, þess ákvað ég að koma til ykkar til að reyna að vinda hún á þessu bölli að því að ríkið bara fyrirtæki og ríkinu vantar meiri pening og þegar það komast upp með það síðustu 10, 20, 30 ár að eigðum efni fram þá takaði bara lán eða hækka skatta á fólk og fyrirtæki eða taki alla Evrópu hinn vestræna heim það alltaf verið að skipta ríkisstjórnin á 4 ára fresti að því alltaf koma nýjir inn þeir lofa fólki öllu fögru, lofa hlutofun öllu fögru, svo komast þeir inn, þá taka þeir ekkert á kjarnamálsins að ríkið allt of stórt. Ríkisreksturinn á Íslandi allt of stór. Það vandamáli. En það sjá, ég fór bara í ríkisreikningin núna. Vitið þið hvar veiðigjöld bókuð í tekjureikning ríkisins? Nei. Þau bókuð á sértekjum af eignum. Þannig var eins og þetta séu fasteignir að veiðirétturinn sem sér eign ríkisins. Ríkið á ekki veiðiréttin. Þannig að þeir byrja í bókhaldinu og það átt sagt, ef þú byrjar að plata mótni, þá ert að plata allan daginn. Ég hef það á tilfinningunni að búið að plata og ruggla allan almenning á Íslandi að ríkið sé alltaf sam og þjóðin. En þjóðin lítur á þetta sem einhvers konar auðlinda rentu að það alltaf verið að tala um einhverju auðlindarentu og þessi stjórnast á varða eign þjóðarinnar þetta sé ekki skattur þetta sé rent renta ríkisins. Við erum alltaf að takast á þessi orð Já, að því að í stjórnarskránni segir það ekki hægt að setja neina skatta á með lögum þess vegna veiðigjaldið það var samþykkt Alþingi að þetta skattur og ríki getur ekki tekið eign, akkur borgaði ríki þá ekki auðlagaskatta af þessum veiðirétti 2011 akkur tók skattur nokkur fyrir Hæstarétt 1993 sjávarútvegsfyrirtækin eiga veiðiréttin en auðlindir, hvort sem þessi auðlindir annar að því að við sem sjávarútvegi, við erum hluti af þjóðinni Sigurður Líndal sagði auðlindir svona hugtak yfir stóran hlut til að nýta auðlindir, ef við tökum heitavatnið, þú ert að bora niður, þú ert eða pening til að ná í vatnið. Ég sé út með Bláa lóni, svona frábært fyrirtæki í Íslandi. Grímsævintýri var það eins og kallað? Já, það annar aðili sem bora niður og næri vatni og tekur áhættan því. Bláa lóni keypti vatn sem var ekki mikið nýtt og bjóð til mikil verðmæti út af þessari auðlind.
En það enginn að koma að segja það að þjóðin eigi Bláa lónið, en Bláa lónið hlut af Íslandi. Ísland byggt upp á fólki, fyrirtækjum og við eigum sama fyrirtæki sem heitir ríkið. Og það tekur að sér ákveðna þessi þætti. Nú ríkið orðið svo stórt, það heimta bara meiri og meiri pening, þeir ráða ekkert við þetta og við skiptum með stjórn á 2 til 4 ára rösti. Já. En þetta kemur náttúrulega, maður heyrði að til dæmis innan herbúðum viðreisnar, þá var til dæmis verið að reyna að forma nálgun í þessum auðlindamálum, auðlindagjöldum og þar töluðu menn að það yrði að vera sko á allar auðlindir og það ætti að vera gjald á allar auðlindir. Já, það skattur bara, sem ekkert að því. Það ekkert að því að auðlindaskatt. Þess vegna var ég pínlítið hissa þegar ég sá þessa útfærslu koma eftir 94 daga eins og þeir voru að stæra sig af. Það tekið það sem aðri voru búin að reyna í 40 ár, tekið þessa ríkisstjórn 94 daga að koma úr. Að mér fannst útfærslan ekki neinu samræmi við það sem hafði verið talað áður að þetta yrði hluta af einhverju stórum pakka, það sem að auðlindir landsins yrðu settar inn í einhverja svona heildargjaldtöku með innra samræmi eitthvað slíkt sko. En svo þetta birtist þetta bara að því að virðist bara heldur lítið ígrundað svona. Kannski hafa þau verið undir áhrifum frá Trump, hann ætlaði að gera alltaf á 100 dögum eða hvað sem var. En svona mál, svo leggjaðu þessi drög af frumvarpi fram. Það vantar alla útreikninga og áhrif. Hvað áhrif hefur þetta á sjálfsfyrirtækin? Hvað áhrif hefur þetta eins og tæknifyrirtæki sem þjónustu sjávarútveginn? Hvað áhrif hefur þetta á sveitafélögin? Og eru við endilega viss að skattleggja atvinnugreinar svo mikið að það sé gott fyrir þjóðinni heild? Að því að verðmæti vera alltaf til á virðiskeðjunni. Ef ríki kemur inn, það er mikil miskilningur á ríkinu og þjóðinni. Ríkinu vantar bara meiri pening. Og fjármálaráðherra á hverjum tíma, hann veit bara, akkur leggur ekki fjármálaráðherra skatt á, að hann getur það ekki, að því alþingi eini sem getur lagt skattin á. Og ef þú ætlar að láta alþingi leggja, þá eru alþingismenn sem þurfa að samþykkja það. Þeir samþykktu þessu lög 1997, líka 1984. Og núna, ef alþingismenn ætla að samþykkja gríðarlega skattahækkun á eina grein, þá getur það alveg. Það hefur gríðarlegar afleiðingar. Þeir ekki sem að hafa fyrir því að reikna út, skýra út hvað þýðir þetta fyrir samfélagið. Kannski mun þetta því að bara tekjum minnkun eftir 1-2 ár fyrir samfélagið. Alls konar samfélagslega breytinga. Við sáum það þegar, það mér eftirminnilegt að þegar auðlindaskatturinn kom hérna í Jóhannustjórninni, að það hafði, ég fylgist vel með því til dæmis útgerð í Þorlákshöfn. Hún lagðist bara af í framhaldinu og víðar, bara ég tók svo vel eftir því að Þorlákshöfn svona gamall útgerðarstaður og ég sunnlendingur sko. Ég stundaði sjóróðra frá Þorlákshöfn 1975. Já. Í þriðja. Það voru verið á netun. Já, ég var hjá Bóa á netun. Einhverjum þekktasta skipstjóra, netaskipstjóra. Þorleifur Þorleifsson, Bói. Landar og Gletting. Já, Gletting og það var mynd þarna áhöfninni, ég held að það var vertíðabátur, sko. Svo þróið á 2 stundum þegar voru að keppast í topi? Já, við fórum, ég veit þess allt, en þarna er sko Þorlákshöfn var einu sinni alveg bara ágættur útgerðarbær, það er ekki lengur, meðal annars út af þessu. En sko þetta þjóðin og ríkið, heldur að fólk kaupi að það sé munur þarna á? Já, ég held það. Sko, ríkið náttúrulega þá bara ríkið, sko, það talað hefðu opinbera. Það sveitafélögin inn í því. Þá sveitafélögin inn í því. Nú eitt starf í vinslu býr til 3-4 annar staðar, var kennt í agfræði. Og þú ert að gagnrýna það þó, að það getur verið hoggið á þetta eina starf í atvinnugrein upp á, það verður það bara kannski 2 í öðrum grein. Það vantar alltaf faglega nálgun á þetta. Já. Og þetta kemur ljós núna, það einhver minnisblaðinni ráðniti það sem að vara við þessu. Þau voru ekki byrt, það sá ég í morgun, var það ekki? Já, það mokkin var með umfjöllun þetta. Og svo sjáu það líka, ef ríkið, þau ætla að fá tekjur upp á 1550 milljarða á næsta ári. 1550 milljarða. Og ætla að taka svo einhverja 10 milljarða sjávarútveg, 8 milljarða utan að landi. Já. Og það þeir ekki búin að gera neina athugun hvað afleiðingar þetta hefur. Og auðvitað hefur þetta afleiðingar að soga svona mikið fjármagn
frá arðbærum fyrirtæki sem að fjárfesta í nýsköpun allt mögulegt út allt land og taka inn í ríkisítin í Reykjavík. Eins og með forstjóran. Ef forstjóri kemur inn í fyrirtækjum illa rekið og hann segir, ég ætla bara að ná meiri peningur á hluta á honum, ég ætla ekki að taka á neinu. Hann rekinn fljótlega. Nákvæmlega. Það bara málið. Þess vegna alltaf kosið nýja ríkisstjórn á 2 til 4 ára fresti. En hvað með norska, með þess að út í Noregi að fara með eitthvað við... Já, nú að breyta aðferðafræði. Aðferðafræði, hún er alltaf að tala um það ráðherrana, hún sé að laga eitthvað til í þessari ykkur formúlu sem þarna hefur verið og það, hún er að tala um leiðréttingu sko, eitthvað langt aftur Já, þessi aðgerð öll heitir leiðrétting það er bara, en hvað finnst þér að miða við eitthvað norskan markað þar sem ríkisstyrkt fyrirtæki í Noregi? Ég held að nú fyrstulega held ég sko atvinnuvegar ráðherrann hún náttúrulega í dag vill hafa atvinnu á Íslandi, ég trúi því og vill atvinnuvegunum vel. Það er fjármálaráðherrann sem vill fá meiri tekjur í ríkiskassan að hann treystir sig ekki til að hagræða og endurskipuleggja ferla. Og þið sjáu hérna, það eru bara hérna, ef við tek gjöldin hjá ríkinu, sko gjöldin á næsta ári eiga að vera 1570 milljarðar. Ísland er eitt skattahæsta land í heimi. Hlutfall opinberra gjalda þjóðarframleiðslu. Ég hefði ráðlagt þessari ríkisstjórn að byrja á hagræðingu. Það þarf ekki að hækka skatta, hvorki á einstaklinga nef fyrirtæki. Það er alltaf farsælast að vera með velrekið og sterkt ríki en ekki stórt. Ríkiskerfi á Íslandi er alltaf stórt. Já, illa rekið náttúrulega. Og það þarf ekki að hækka skatta, hvorki á fyrirtæki almenning. Og með þessu norsku leið, mér fannst þetta svo vitlaust. Ég bara hélt að þetta var ekki hægt að skrifa svona. Nei. Hvernig á að skattleggja fyrirtæki á Íslandi? Ég ráðlagði þetta eiginlega. Veistu það? Hvaðan kemur þessu hugmynd? Hún kemur náttúrulega ekki frá mér. Nei, hún kemur náttúrulega ekki. En einhver stað dettur nú loftinu, eða einhver stað kemur hún. Já, ég meina það. Þú gammalt blaðamaður í þjóðin. Já, við vorum 43 ári blaðamenn. Já, en þessi hugmynd að segja eitthvað, sko, spottmarkaðsverð í Noregi ráði skattlagning á Íslandi. Maður er svolítið hissa á því, sko. Ég fór nú til Brussel í haust, sko. Það er engin þjóð að skattleggja sjávarútveg eins mikið eins og Ísland. Og ég held, mín skoðun er svo, út af þessum veiðirétti. Fyrst þegar ég sagði það, í opinberum viðtölum, að fiskurinn ætti sig sjálfur í sjónum. Þá erum við reiðir við mig. En það var Sigurður Líndal sem sagði þetta við mig. En ef fiskurinn syndur út fyrir lögsöguna, íslensk þjóð á hann ekki. Ef hann er inn í íslensku lögsögu, þá ræður Alþingi sem er umboðsmenn okkar að setja lög hvernig auðlindin er nýtt. Og við erum búin að keyra eftir þessu lögum í 40 ár. Þau að sanna gildi sitt. Við erum með besta sjávarútveg í heimi. Við erum með hálauna störf í sjávarútvegi. Þetta er öflugustu fyrirtækin út á landi. Hrófla við þessu. Það er hvað á 3 fyrirtæki í Kauphöllinni. Það eru 2 á landsbyggðinni. Þau eru bæði sjávarútvegsfyrirtæki. Ég segi stundum, það er rosalega létt fyrir stjórnmálamenn eða ákveðna aðila hérna í Reykjavík að tala illa sjávarútveginn. En það er mikill munur á aðstöðu í Reykjavík og Raufarhöfn. Já. Og ég segi alltaf við ykkur hérna í Reykjavík, gangjum og vallaðum gleðina dyr, sko, að ef þið skattleggið of mikið, þá hefur það afleiðingar. Já. Það verður atvinnumissi og við megum ekki við því í dag að rýra atvinnulíf á Íslandi. Við eigum að hlúa atvinnulíf á Íslandi og við eigum að byggja upp sterkan, ef við eigum að hafa gagnsæi, ef við eigum að vera á markaði. Stærsti eignaliður í ásetningi brims eru veiðiréttur. Þegar við fengum erlenda banka til okkar, þá byrjuðu þeir að segja, er þetta eitthvað feik? Svo fóru þeir upp í háskóla og þar komu nokkur prófessor og sögðu, nei, þjóðin á þetta. Þá segir, hvað meina þjóðin? Þjóðin getur ekki átt neitt. Það er annarkvæmt á ríkisig eða þetta. Já. Að það getur enginn átt veiðiréttin, annarkvæmt er þetta bara ríkisfyrirtæki eða engafyrirtæki. Akkur ætti ungt fólk að setja lífeyrisparnaði sinn í sjávarútvegsfyrirtæki, skráð fyrirtæki, ef stærsta eignin er eitthvað feik. Stærsta eignin er, og ég hugsa stundum, þetta er eiginlega bara 9 föt keisaras. Það var ekki þora að segja þetta. Ég var alltaf skammaður fyrir að segja það,
að þjóðin ætti ekki veiðiréttin, en þjóðin ræður öllum leikreglum gegnum Alþingi. Svo náttúrulega búið að kaupa, þú ert með reglur til 40 ára og það náttúrulega búið að kaupa 95% af þessum aflaheimildum. Og ríkið átti fyrirtæki, seldi það til einstaklingar sem ætlar svo að taka tilbaka. Já, og í Brim, það eru hátti 200.000 einstaklingar sem eru með hagsmuni af Brimi gegnum Lífeyrissjóð. Lífeyrissjóð eiga 40% í Brimi og munu bara aukast á næsta ári. Og akkur eigum við að vera með allt undir ríkisrekstri. Ég myndi segja, ef ég væri núna forsætisráðherra, þá myndi ég reyna að minnka vægi ríkisins en hafa sterkara en ekki láta ríkisbáknið þenjast út, bara fá meiri skatta, meiri tekjur og við ráðum ekki eitt í neitt. Þetta er ekki gott. Herðu, förum aðeins yfir í Brim, það er nú þitt baby. Hvað einhverjar, það er náttúrulega loðnu brestu 2 ári í röð, þú ert náttúrulega með mikil umsvið innan gæsalappa þá í augnablikinu það ekki á Vopnafirði þar sem það er frægt þegar að voru ekki tankarnir voru dregnir þarna austur. Vorum heppnir með veður, það var alltaf logn allan tíma. Já, ég segi það. Það er gott að vera heppinn. Já, það er gott. Það þarf að stundum vera gott. Ég þekki menn sem treysta á að vera heppinn. Já, vera slétt í sjóin. En þetta var ævintýri þegar það var farið með sem sagt hérna úr örfyrir seg yfir. Hvað með loðnuvislu og svona, heldur það hvað með 3. árið í röð, heldur það hvalurinn farin að keppa við sjávarútvegsfyrirtæki? Við langar aðeins að bæta við þessa spurningu, sko. Það lítur einmitt að sko líffræði sjávarins, af því að þið eigi nú svo mikið undir hafrannsóknum og líffræði sjávarins. Sko þessar ákvarðanir, þið byggja alltaf á sko ráðgjöf til eins árs í einu og þarna allt undir þessi hvað mikið sett í rannsóknir, hvað eins og kemur nú í ljós kannski með hvalina, við vitum kannski bara ekkert mjög mikið. Já, hann sagði nú bara daginn Ægir Páll sem er hjá Iceland Seafood. Já, og mikil samstarfsmaður. Þeim fjölda ára. Eru félagar og vinnur og samstarfsfélagar. Hann sagði það, orðið rétt við okkur, að það væri hnúfubakur og það væri hvalur bara einfaldlega í Ísafjarðardjúpi sem hefði aldrei sést þar áður. En þess, kannski aðeins í framhaldi þessu sem varst að koma inn á, þessi að vita ekkert, eða sko hafa bara 1 ár í einu undir í ráðgjöfinni og þekkingun á lífríkinu. Er það ásættalegt fyrir ykkur sem eigi allt undir þessu? Og ég svarar svona aftur bara. Þá myndi ég segja sko að ég hef alltaf verið gagnrýninn á það að við ákváðum sérstaklega 84 desember 83 þegar Alþingi ákveður að setja veiðiréttin á fiskiskipið, ekki til ríkisins, ekki til fiskvinnslustöðvanna, ekki á uppboð og ekki til sveitarfélaganna. Að þá var ákveð að ríkið myndi taka þessi rekstur Hafró. Og í dag Við sáum það áður. Nei, þetta var bara nokkri menn. Já, ok, já. Nú er þetta orðin 200 manna stofnun, hátíð 200 manna stofnun. Já. Og núna síðustu 10-20 ár á sjávarútvegum komið miklu meira að hafrástofnun. Við þurfum, það er ekki hægt að segja bara, það vantar alltaf meiri pening að hafrá. Ríkinu vantar endalausan pening. Já. En það vantar miklu meiri skilvirkni í rannsóknir. Og alveg svo þú segir, sum ríki er ekki ákveða kvótan frá 1 ári til 1. Þau eru með miklu lengri tímabil. Já. Að því við þurfum að hafa fyrirsjáleikan og við getum ekki látið bara ríkisstarfsmenn í Hafró bera bara ábyrgð á allir greininni. Við verðum að skipstjórarnir okkar. Já. Þetta eru mjög fróði menn. Þeir eru búin að áratugi. Þeir segja okkur að það er gríðarleg aukning á hval. Við vitum að hvalurinn borðar. Já, hann þarf æti. Þannig að hann hefur mikil áhrif. Og ég held að núna á næstu árum þá er stjórnvöld og greinin að sitjast niður með ákveðnum aðilum frá Hafró. Hvernig við gerum þetta í framtíðinni? Að það gengur ekki upp að ríkið sé hér og við séum hér, við erum að vinna eftir lögum. Bókhald Prims er unnið eftir lögum. Svo er ég alltaf skammar að 2-4 ára fresti í hverja einustu kosningum. Og fólk er ekki að segja, já við eigum þetta, við viljum bara hafa meira pening. Já, þú farið peningi gegnum launatekjur í sjávarútvegi, gegnum afleitt störf. Já, og hagnaði náttúrulega sjávarútvegi. Já, og við erum hluta samfélaginu. Þannig að mitt svar með Hafró,
við þurfum að taka það algjörlega til gagngera endurskoðunar. En við getum ekki eitt öllum tíman okkar í rífast alltaf hvernig lögin eru. Eru þið að borga ykkur meiri arð sjávarútvegsfyrirtæki heldur en aðrar atvinnugreinar í landinu? Já, við erum ég ætla að segja, við erum einu félagum sem borgum arð á Íslandi, með umtal. Já, það er rétt hjá þér, með umtal. Já. Þetta er nefnilega mjög gott svar hjá þér. Já. Það er eins og aðrir séu ekki að borga sér arð. Nei. Og það eru bara kallar sem eiga sjávarútvegsfyrirtæki. Það er ekki lífeyrissjóðir, ekki tryggingafélög eða sjóðir. Það er bara eitthvað svona gamlega miðaldra kallar. Já, þetta er, þið vistu það, þetta er gott. Já, og mynda sameiginlega þennan grátkór. En til að svara þessar spurningu, það er svo auðvelt að svara þessar spurningu, að því að þetta er allt tölulega staðreyndir síðustu 10 ára. Já. Og ég veit að Kapasent og Jakobsen hefur verið að reikna þetta allt út. Já. Þetta er allt opinbert. Það kemur í ljós að arðsemi í sjávarútvegi, arðgreiðslur er alveg sambæri alltaf við annað iðnað á Íslandi. Bara aðrar atvinnugreinar sem að, já. Það er ekki, þetta er allt. Hvað eru það, finnst þér þá eins og því séu laðir bara í einelti eða hvað? Mín skoðan er svo, búin að vera þessi áratugir, ég er búin að vera 40 ár sem kom heim og námi, er það að þú mátt ekki plata og sérstaklega ekki í sjónvarpi. Að því að stjórnmálamenni komast upp með að plata innan gæsalappa 1991 þegar þeir sögðu að fiskið með að vera sameign þjóðarinnar á að skýra út. Svo er ég bara búin að spyrja fólk sem var á þessum tíma og þau urðu að setja þetta inn, annars þetta aldrei farið gegnum Alþingi. En þetta hafði enga lagalega merkingu. Sigurður Líndal og man ekki hvað Tryggvi ykkur sem gerur lögfræðigrein og gerur Alþingi, sögðu alveg skýrt að ríkið á ekki hennar veiðirétt. Þess vegna töpuðu Hæstarétti. En það er allir að tala um það að þjóðin eigi, þá koma svona populærstari í stjórnmálheiminum og segja við þjóðina, ríkið er sama þjóðin. Nema, þið ráðið mig í vinnu, ég ætla að reka heilbrigðiskerfi fyrir ykkur, vegakerfið, menntakerfið og allt þetta og stjórn á landamærin til dæmis. Það er enginn á móti útlendingum á Íslandi. Fólk veit bara stjórn á landamæri eins og Danir gerðu 2017 og núna er ríki bara búin að mjög illa rekið og ef maður segir þetta þá er maður svolítið svona óvísall að því maður er svona ráðast eitthvað fólk. Ég er ekkert að ráðast á fólk, ég er bara að segja hvað blasir við að því að fyrirtæki sem eyðir 1550 milljörðum eða fyrirtæki ríkisfyrirtækið sem er með 1550 milljarða og er alltaf í mínus og tekur svo bara alltaf endalaust lán og sendir láni á næstu kynslóð. Þetta er ekkit ábyrg fjármálastjórn, þetta er allir stjórnmálaflokkur undir. En nú Guðmundur ert þú orðin formaður samtaka fyrirtæki í sjávarútvegi. Þetta snýst núna þessa vikur og mánuði einhvers konar samtal. Að endingu verðum við öll að trúa á að skynsemin fá að ráða, rök það sé tekist á. Skynsemi ræður, er það ekki? Jú, það er hægt að taka rangar ákvarðanir. Já, það er hægt. En að upplýst fólk taki ákvarðanir út frá þeim gögnum sem liggi fyrir. Auðvitað pólitík byggist á einhvers konar stefnu. En það sem ég ætla að segja, þú ert komin í þetta starf, þetta samtal, heldur að það geti átt sér stað eða er þetta bara komið á einhverja sjálfstýringu? Nei, ég held að ég hef trú á samtali og ég trú, eins og núverandi forsætisráðherra, hún er menntaður hagfræðingur, hún þekkir alveg rekstur, hún þekkir gangverk atvinnulífsins, hún þekkir alveg gangverk ríkisins, hún sagði líka í kosningabaráttunni, hún ætlaði ekki að fara að hækka allt þetta upp á öllu valdi, hún sagði við viljum hækka veiðigjöld, kannski á næstu 10 árum, þá með verðmætasköpun og fyrirsjáanleika og þetta eru allt konur, velmenntar konur sem leiða þessa ríkisstjórn og það er átt sagt að konur sé skynsamar, þannig ég ætla nú að gefa mig það að það gefa okkur allan að tækifæri til að koma með að fylgja málu að ykkar sjónamið komist á framfæri. Já, ekki bara okkar heldur, þær vera líka að leggja gögn fram. Akkur er þetta að gera þetta? Hver er afleggingin að þínu mati? Og þá förum við líka yfir þetta. En við erum búin að benda núna og það er bara eins og ég sagði afkomu tilkynningu þegar við tilkynntum 27. febrúar. Ef þetta fer í gegn eins og þau voru að leggja til, þá mun þetta hafa gríðarlega áhrif
En það hvað að koma í ljós núna? Nú að koma umsagnir inn. Það er bara katastrófa ef að gera þetta. Þannig þetta ekki skynsamlegt að fara svona bratt í þetta. Svo erum við með Trump hérna, það tollur í dag, engin tollur á morgun. Hvernig ætlar að gera áætlanir fram með tíman? Hvernig fyrirsjáanleiki? Við þurfum fyrirsjáanleika og við þurfum fyrirtæki í Íslandi, við þurfum störf. Það geti ekki allir unni hjá ríkinu. Það ekki hægt. Ég ætla bara ágætt lokaorð, það ekki? Ég ætla aðeins að fá að bara rétt í 1 mínútu. Loka spurninguna, Jón. Þetta loka. Næsti gestur er komin. Ég ætla að þú hefur fengið velun ef ég maður rétt, sko, þú leggur áherslu á að vera að kenna íslensku í þínu fyrirtæki. Já. Bara svona á jákvæða nótum, hvernig hefur það gengið? Það hefur gengið svona upp og ofan. Já. En við fengum nú eitt svona hjálp frá öðrum sem svona ákveði app sem heit bara að tala. Já. Og það að koma hjálpa gengur vel. Já. En núna stundum hef ég hugsað sko að hvort við að fara að kenna íslensku bara Íslendingum. Eins og hvað er ríkið og hvað er þjóðin, hvað er þjóðaregn, hvað er skattur, hvað er veiðigjald. Það er stundum talað, ef ekki tala hreina íslensku, er það ekki ykkur frasi sem til er? Jó, en þetta byggist á því að við kunnum orðaforðan og meiri möguleiki við skiljum hvort annað og það er minni líkur á heiftugum deilum. Akkurat. Að þá skiljum við hvort annað. Ég held að það sé okkar innlegg í þessa umræðu, þessi þáttur, það sé... Hefði búið að vera alveg frábært að spjalla við þetta. Bara mjög gott að fá þig hingað. Það ekki verið komuna. Takk fyrir. Ok, takk.